ætlum að flytja okkur set og fara í Kaplakrika þar sem að F-fáingarnir bara kjöldróu KA-menn. Garðar Ingi Sindrason, er þetta besta frammistaða leikmanns á tímabilinu? Já, ég held að þetta var algjörlega stórkostlegur leikur hjá honum með 13 mörk úr 13 skotum og 10 stoðsendingar. Þetta bara góður playmaker í körfuboltanum á Íslandi, hann væri sáttur við þessar tölur sko. Þannig að ég held að hann fái það bara verðskulda einhvern veginn frammistaða tímabilsins hingað til þessi frammistaða hjá Garðari sem var algjörlega stórkostleg. Og sérstaklega því að í síðasta leik einhvern veginn á móti Aftureldingu þá fann hann sig ekki og mætir í þennan leik stálsleginn. Við erum búin að tala Viljum hafa hann kannski aðeins fjölbreyttari líka, koma breytt á völlinn inn á miðjuna. Hann var bara með allan pakkan í þessum leik og algjörlega óstöðvandi fyrir KA-menn. Já, mjög flott leikur hjá hann. Og síðan byrjun hjá Jóni Bjarna Ólafssyni línumanni, hún var rosaleg. Já, hann skoraði bara 4 af fyrstu 5 mörkum FH. Við fengum fréttir af því að Aron Pálmason hafi verið mætturinn á æfingasvæði hjá FH í Kaplakrika og mér svona líklegt að hann hafi aðeins reynt að virkja Jón Bjarna í þessu drilli sem hann hefur verið að spila bara til þess að því það líka bara orsök og afleiðing. Jón Bjarni byrjar svona vel, svona öflugurinn á línunni sem gerir það að verkum að vörn KA verður einhvern veginn aðeins órólegri, veit ekki alveg hversu framalega hún á að vera og í kjölfari þá einhvern veginn mæta bara bæði í Garðan eins og við tala og svo þetta Ómar og einhvern veginn allt F-liðið verður svo heilsteypt, allt spilið verður breytt á öllum stöðum vallarins, þannig að ég held að þessi byrjun hjá Jón Bjarna, hún var ekki bara þessi 4 mörk fyrir hann, heldur líka bara fyrir spil FH einhvern veginn í framhaldinu.